Ég smetla á útsendingu. Sælverið, nú það hefði hérna fundi á íbúðaráði, hálfleitt húsnæðiskerfis, fundur 54 hjá okkur. Við ætlum að fjalla aðeins samgöngumálin aftur, almenningssamgönguna í þetta sinn, fleiri mál á dagskrá. Við erum að fá kynningu frá Margerði Gretu Strætó sem ætlar að fara í gegnum svona leiðakerfið í hverfinu og svona fyrir það nýtt og framtíð þess og aðeins svona bara að gjöra svo vel að gera þetta. Takk fyrir að koma innan fyrir okkur. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég styrti þessu bara upp svona eins og spurningarna sem kom frá ykkur í gær. Ég ætla bara, já, það kemur bara hver og einn spurning fyrir sig og þá svara ég þeim svona eins og ég hér. Og það spurningi var hvaða leiðir eru í hverfinu og notkun þeirra. Og þetta er mjög miðsvæðis í hverfið, þannig að það eru mjög margar leiðir sem svona annaðhvort fara í gegnum hverfið eða svona snerta á því. Það er alveg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18 og svo næturlegir. Allar næturlegarnar koma þannig nálægt. Og svo, já, það gafst ekki mikið tími til að grúska í gögnunum en ég fór svona í þær leiðir sem svo fræða hverfið eitthvað leyti og þá af þeim leiðum sem ég náði að kíkja á þá Kristurinn með flest innstig og þá það flest innstig á Borgarleikhúsinu, svo Grensás, Ármúli, Vestló og svo leið 11 var með næst flest innstig af þessum leiðum og þá það Hörðaland, Bústaðavegi sem stærst og svona. Við heyrum þetta lítið í þér, Valgerður. Lítið í mér. Já, ég var bara aðeins herra kannski. Já. Já, og þá það svona helst stoppin við Bústaðaveg sem eru svona stærst á allvegunni í hverfið. Þetta er allt innan hverfisins ykkar, þessi stopp á þessum leiðum. Og svo kemur þá leið 14 og þá líka svona stoppin í kringum Kringluna stærst og leið 14, þá Vestló alveg langstærsta stoppi, svo Grensás og Ármúli. Og leið 17 kemur svo og það líka Ármúli, Grensás svona sem, já, Ármúli helst sem stendur upp úr og leið 13 þá Borgarleikhúsið alveg langstærsta stoppið og Vestló svona útstig. Og svo ef við kíkjum bara svona inn, þetta eru leiðarnar sem ég nefndi 2, 11, 4, 14, 17, 13 í svona stærðarröð innan hverfisins og svo allar leiðir, þetta eru allar leiðir sem fara sem snerta á hverfinu, þá þetta innstigin alls. Og svo hérna lengst til hægri hlutfall af innstigum á leiðinni. Það eru 24% af innstigum leiðar 2 innan hverfisins ykkar og 23% af innstigum leiðar 11, 13% af innstigum leiðar 4 og 15% af innstigum leiðar 14 og svo 32% af innstigum leiðar 17 og 17% af innstigum leiðar 13 og af þeim og svo það sem sagt 10% af heildarinstigum af öllum leiðum. Og næsta spurning var hvaða stöðvar eru mest notaðar. Það það svona helst þessar stoppstöðvar í kringum. Valgerður, fyrir ég ætlaði kannski að skjóta inn, ég veit ekki hvað þið heyrðu það, en ég sendi punkta á hana í gær fyrir helgi sem að svara mjög skilmerkilega og vel hérna. Það sé, þetta eru punktar ég sendi fram til þess að á fyrstu gögn svo getum við tekið umræðan hérna þess eftir. Takk fyrir fyrir. Já, það er bara allt það sem ég gat svara, þar svara ég svara svo flest allir spurningarna. Já, og þetta allt stærstu stoppustöðvar í hverfinu þessar, það kringum Kringluna helst og svo Grensás og Ármúli.
og hvernig notkun leiða ólík yfir daginn. Þetta eru allar þær leiðir sem snerta eða þræða gegn hverfið og þetta er svona típist svona kúrfa í gegnum daginn. Það kemur svona skot fyrirpartinn morguninn, þá er það svona skarpari tindur og svo seinnipartinn er þetta svona lengri tími sem er mikið að fólki að ferðast. Þetta er bara svolítið eins og umferðin er. Valgerður, og ég kom upp með smá tillögu. Ég nefnilega var á fjarfund núna í síðustu viku og þá var ég akkurat með blurraðan bakgrunn en það hafði svo mikinn áhrif á soundið. Já, ok. Það er svo útsendingin flögt aðeins, alveg svo netið þitt sé ekki nógu sterkt. Það breytti svo við því. Vel. Kann ég ekki, ég nota svo sjaldan þetta, ég er alltaf á Teams sko, ég finn ekki hvernig ég breyti þessu sko. Það er bara eitthvað hjól sem maður vill ekkert leyfa mér að breyta niður. Ég veit ekki hvernig ég breyti þessu. Ég veit það, kannski. Nei, ég finn ekki þetta því. Ekki hvergi. Undir, ef þú ert inn í Webex. Á ég ekki bara að slökkva á vídeónu, er það ekki? Ég hef líka gert það, já. Nei, ekki að það. Við erum að horfa á glærunar en ekki þig í rauninni. Já. Við vonum þetta gangi betur. En þetta er bara svona típist hvernig er í leiðarkerfinu almennt. Þetta fylgir því voða mikið og svo dettur hann niður á kvöldi. Og svo hvaða áhrif verða af komu borgarlínunnar og innleiðingu nýs leiðakerfis fyrir hverfið. Þá munu leiðir H og N, þær munu svona þræða hverfið. Þið sjáu þið bendilinn minn. Já. Þetta er leið H, þess að hún er svona svolítið svipuð á 11 í dag. Leið H og N. N verður svona blanda af 14 og leið 2 í framtíðinni. Það er munu svona þræða hverfa eitthvað leyti og líka J sem svona svolítið lík leið 18 en J verður stoppleið á tíminu. Og svo mun einnig borgarlínuleið C aka hérna á Miklubraut og stoppleið F. Og borgarlínuleiðina verða á 7. tíðinni og stoppleiðir verða á 10. tíðinni. Leið F verður líka á 10. tíðinni. Og svo verða 2 borgarlínuleiðir hér, E og B, sem munu svona snerta á hverfinu. Og G er hérna nálægt líka, það er stoppleið. Þannig að verða töluvert, það verða alveg góð tíðni, en það er þetta mjög miðsvæðis í Reykjavík. Og svo næsta spurning, mun einhverjar leiðir breytast eða falla út og hvernig þá? Þá munum við strax þegar Fossvogsbrúin mun vera tilbúin. Þá mun borgarlínuleið A hefja akstur yfir brúna. Þá munu leiðir 2 og 14 þá í ykkar hverfi hætta akstri og leiðir N kemur í staðinn. Já, þá er ég búin að renna yfir þessar spurningar sem ég gat svarað. Það var spurning hvernig börn er að ferðast á milli íþróttasvæða og svoleiðis og það er eitthvað sem við getum ekki séð. Við rauninni sjáum bara innstrik og sjáum ekki hvar fólk fer út, hver einstaklingur fer út. Við sjáum bara inn og út og við veitum ekki hver er að ferðast hvert. Þannig að það er eitthvað sem þyrfti að kanna á öðruvísi hátt. Þetta er bara inn og út, þetta er bara skynjarar sem nema fólk. Takk fyrir. Getum við haft kannski glærusýninguna uppi til þess að bara geta með einhverjum spurningar tengdar. Kannski mikið mínar spurningar, þannig að ég er búin að einhver leyti að fá svör í því sem ég var að velta fyrir mér, það hluta allavega. Þannig að kannski ég veit í hóp. Það sem að
spurningin sem maður náði kannski ekki að svara einmitt aldrei það sem að ég líka aldrei áhuga á í rauninni eins og leið 11 í dag sem að breytist þá í þessa leið að H eða ég veit ekki Það verða H svona líkast í. Það allavega leið sem að þá að fá betri tengingu úr víkinni og áætlað að fara þannig í gegnum Þetta einmitt ennþá í vinnslu að fá þetta í gegn. Sem stjörnugrófin Þetta allavega áhugaverð tenging sem að mitt bæði kannski létta á gatnamótunum við Bústaðaveg og Reykjanesbraut en líka tengja betur þessi íþróttasvæði við, þannig að maður kannski veltir sér að eitthvað sem að mæli gegn því að þessi tenging sé gerð nú þegar að því í rauninni engin stöð þannig á kaflanum Bústaðavegur Mjódd í dag eitthvað sem mæli gegn því. Það kannski einu auka spurning sem ég geti. Það eins að fengi staðinn stöð þannig inn í víkinni. Já. En líka ekki 11 að fara í einn af þessum stærri skólum, allavega upp í FB, ekki 11, Hún endar í Mjódd, 11. En 17 vel, lengur upp í Brjódd. Það alveg upp á skólanum. En kannski spurningi sem ég langaði að fá að spyrja bara núna og svo kannski gefi ég orðið laust líka bara, eitthvað til fyrirstöðu að til dæmis þessi leið, þessi hluti þessara leiðar sem áætlaður að verði nýju leiðakerfi, eitthvað sem mæli gegn því að hans innleitum nú þegar og svona áætlunin innleiðingu almennt á leiðakerfi nýja. Það bara einn land. Já, það rauninni okkar vegna ég væri alveg hægt að breyta 11-unni strax að það þarf náttúrulega að útbúa, það þarf að breyta götunum þannig að það sé hægt að keyra þarna í gegn. Og þetta voða mikið samtal svona milli íbúa og Kópavogs og Reykjavíkur. Þetta verði hægt að framkvæma þetta og það er náttúrulega ekki á okkar borði, það verður þá á milli Reykjavíkurborgar og Kópavogs að framkvæma þetta eða það er Reykjavíkurborgar. Er hugmyndin að opna gatnamótin alveg eða er þið bara í rauninni fyrir strætó? Bara strætó. Og það var eflaði búin að gera einhverja svona könnun á þessu og hvernig þetta gæti verið útfært. Sem öruggastan máta. Það er auðvitað spennandi tenging við íþróttasvæðið en auðvitað þyrfti mjög að fara vel yfir það að það sé tryggt að það sé ekki tenging. Það sé bara alveg saman tengingar gegn ekki aukinn bílaumferð. Það með til svona skýrsla frá Eflu þetta. En þetta bara eitthvað sem ég gæti alveg farið fyrir í ganga, vilja fyrir því. Áhugavert að sjá þetta. Eitthvað fleiri spurningar svona í salnum? Ég kannski með einu spurningu varðandi leið 17 sem að fer Grensásveginn, eða fer Sofaveginn og síðan á Grensás. Og þetta bara svona, hversu mikið í rauninni vandamál og vesen væri kannski að breyta leiðin aðeins þannig að hún myndi mögulega fara af Sofaveginum og upp Breiðagerðið. Taka þá í rauninni þann krók. Nú veit ég ekki alveg hvað þú ert að meina, en það er eitthvað sem ég bara að skoða nánar, Þetta það er rauninni, alfarið innan Reykjavíkurborgar þessi leið, þannig að það er rauninni. Það er frá Breiðagerðisskóla og Víkin. En það er alveg eitthvað sem við getum bara að skoða, Ívar vinnur hjá Víking og að spá í þeirri tengingu út frá tengja
tengja Breiðagerðisskóla betur við íþróttasvæðið í Víkinni. Já, já. Þannig það er bara eitthvað sem getur skoðað. Hvað gera? Já, spáða. Möguleik er. Fleiri spurningar? En skilja, kannski bara í framhaldi af þessu, hvert myndi maður leita til þess að kanna þetta nánar? Ég get þess að við getum einfaldlega bara teiknað þetta upp, hvað þetta þýðir. Og svo er þetta í rauninni bara, af því að þessi leið hún er eiginlega alfarið greidd af Reykjavík. En það er rauninni upp í Reykjavík og núna. Hvort það vilji til að breyta nefndu. Og við getum gert svona athugun á því hvað þetta þýðir, hverjir var að missa þjónustu. Já, ok. Sko það sem við erum að spá í er ávinning fyrir yngri nemendur í Breiðagerðisskóla sem hafa verið að byggja rútufar, ekki satt? Jú. Og þau getur þá nýtt sér almenningssamgöngur frekar, losnað við skutlið á vinnutíma hjá foreldrum og svona. Já, við getum alveg á einfaldan hátt teiknað upp leiðina og svona benda á kosti og galla og svo vera þetta, já, það betur. Gæti ég þá mögulega bara haft samband við þig til að útskýra þess nánar, eða? Já. Þú getur líka sendt á skipulag@strætó.is. Skipulag@strætó. Ok. Einn spurning hérna. Þarna strætóinn í Grafarvogi, sem bætt við Egilsvöllinn, hvernig kom hún til? Ertu að meina leið 7? Þetta litli strætóinn sem að fara á milli íþróttasvæðanna í Grafarvogi. Leið 31? Já. Þetta var fyrir mína tíð. Hún, já. Þetta er bara stoppust inn í Egilsvöllinn. Þetta er Egilsvöllstrætóinn fyrir alveg upp að Egilsvöllinn í dag. Já, er ekki ástæða. Það er starfrækt íþróttaakademían, svona fyrir bókmenntaskóla sem gríðarlega Ok. og þeir að ferja sig þarna á milli Ok. á skólatíma. Ég held að Þetta er alla leikskóli, alla leikskóli. við notum þetta mjög mikið. Já. Það væri auðvitað í samhengi þessari spurninguna hjá Ívars leið 17 og það væri náttúrulega líka áhugavert að fá svona greiningu út frá tengslum við íþróttasvæðin að gera þessa tengingu yfir í Víkina. Já, einmitt það er þetta bara að skoða. Ég veit að leið 17 er alveg ein af svona hagkvæmustu leiðunum okkar. Hún er öflug með hvað hún er lítið ekin og stutt. Það eru margir farþegar á akstursklukkustund. En þú sagðir áðan að stærstu stöðvarnar eru náttúrulega kannski skiljanlega í kringum Kringluna. Já. Fjallaði í rauninni kannski ekki endilega leiðir 3 og 6 var það? Ég skildi þannig Nei. að... Já, það er með mjög stutt. Ég leit örstutt áðan á þær og þær eru náttúrulega með töluvert mikið af einstigum en ekki alveg eins og tvistur og langstæðstu. En það er, þetta er náttúrulega stórt svæði, þetta er svona mjög misvæðis líka, það er margir að koma og fara. Hvernig er eins og með bara almennt á stöðum í hverfinu varðandi aðgengi og slíkt að stöðunum og umgjörð stöðunar varðandi skýli og svona, er það eitthvað sem að teljið að sé í góðu lagi eða er eitthvað sem er ábótavant í því samhengi? Skýlin eru alfarið á vegum sveitarfélaganna. Ég veit að það var gerð úttekt af Reykjavíkurborg ekki fyrir alls löngu eftir ábendingar frá Öryrkjabandalaginu. Það er alveg til einhver svona listi yfir óskaframkvæmdir á stöðum og hvað þetta forgangsraða. Það er alveg ábótavant á mjög mörgum stöðum en það er alveg til einhver listi hjá Reykjavíkurborg yfir það svona hvað
ætti að fara fyrst í þegar fjármagn er til og það er eitthvað unnið eftir honum. Friðjón, Já, hvað var ákvæðastur? hendi á loft. Friðjón átti hana. Gjörðu svo vel, Friðjón. Bara örstutt, vegna þess að ég misti af því hvenær er gert ráð fyrir að þessi leið sem að liggur niður í gegnum Vík og í gegnum þessar lokuðu götur þarna í Kópavogi og er Kópavogur on svona, sem að sletti, on board í þessu? Ég veit ekki nákvæmlega hvað það er, sko, nýtt leiðanett á að taka gildi í heild sinni 2030 eða þar að segja þegar fyrstu lotu borgarlínu er lokið sem að samkvæmt því sem við vitum er 2030 og svo raunir bara spurning hvenær þessi framkvæmd verður gerð, sko. Og, já, ég veit ekki nákvæmlega hvort það sé alveg, hvort Kópavogur sé alveg með eða ekki, eða hvort það, ég veit að Reykjavíkurborg var mjög til í það, en ég veit ekki nákvæmlega hver Kópavogur er staddur með það. En þetta er ekkert frágengið, þessi slott. Ok, liggur, mér minnir þetta liggi fram hjá Birkir, þú manst það betur en ég, liggur þetta ekki við, sko, eitthvað sambýli eða þjónustuíbúðir eða eitthvað svoleiðis sem er þarna fyrir framan? Jú, það er til að nýlega komið. Já. Kópavogsmegin. Það er þetta lítið botnbanki hana Kópavogsmegin frá Hringtorginu sem er hana næstu smiðjukverfið. Þetta er einhvað sem að Kópavogsbær þarf að svara fyrir ef að á þessu samþykki fyrir þessu og þetta þurfa Kópavogur og Reykjavík bæði að samþykkja þetta en ég held að það er bara eitthvað samtal sem er eitthvað sem ég afgjörlega undir okkur komið. Ég held að ég allan sé ákveðin tækifæri í þessu bæði, fyrsta með þetta bara að tengja Víkina með betra hætti, bæði þetta ef að krakkar að fara að keppa Víkinu og að koma að Hafnarfirði að þeir geti tekið strætó í Mjóddin og beint í Víkina eða bara eða þetta innanhverfis flakkið, að það sé beint tenging við Víkingar og þetta mjög flottur kostur. Og þetta er auðvitað þótt þetta sé ein leið þannig gegn, þá er þetta strætó á tímuna fresti í einn bíll og tímuna fresti á hálftíma. Þetta er ekki, ég veit að margir myndu kannski Áttu ekki við Kópavog? Báðum megin, allir kaflinn er ég bara segja að þetta er eitthvað sem maður þarf að skoða með nærumhverfinu, tryggja að þetta sé ekki einhvern veginn valda auknum akstri einkabíl í gegn. Það er bara gert með einhverju stoppi, mitt á milli, en þetta þarf að skoða þetta bara. En ég veist alveg eitthvað sem við getum alveg skoða hvort við viljum benda á að væri áhugavert að innleiða fyrir, sko. Það sem maður kannski sé líka fyrir sig að þetta gæti auðvitað létt eitthvað aðeins á gatnamótunum í bústaðarveginn. Það er líka að gera það bara vonandi eins og þegar það er einhver viðburður eða einhver gangi í Víkinni, hvað sem þessi fótboltaleikur eða handboltamót eða eitthvað samt. Þetta er líka á í rauninni auðvitað fólki að taka strætó á staðinn og minnka í rauninni þá bílaumferðina þarna niður. Og við þurfum að leita leiða bara til að minnka umferðarpunktur. Ef við erum að fá inn í umferðina á viku hver er rétt undir 70 bíla, þannig að þetta væri þá bara viðspyrnur og fólkinu. Já. Þetta er kannski eins og hún segir á Valgerður að ef að Reykjavík var á borð þá er kannski smá samtala þetta líka við Kópavogsbæ eða Ég bara tengi íþróttasvæði Víkings. Það var mér léleg tenging í dag milli Víkings og Víkings. Sáðu mér um Víkings. Og líka það verður hægt að leita leiða, ég meina 17 eins og þú ætti að nefna, eða var þetta nýtt eitthvað fyrir Passaleitisskóla líka sem er að skila sér illa í félagsmiðstöðvarnar og við viljum endilega fá kraftana þangað inn. Já, bara algjörlega, það geta alveg vinkill á þessu líka, sko. Já. Svo fullt af fólki að sækja íþróttastarf í Laugardalnum. Já. Það er engin slættur í þessu gengur í Laugardalnum.
Erst þú með eitthvað frekari pælingar fyrir það? Nei, þetta hljómar bara vel. Því fyrir sem að væri hægt að hefja samtalið og reyna að ganga í þetta held ég að væri bara betra, sko. Varðandi gegnumaksturarna fyrir strætó, sko. Svo nú breynir. Frekar spurningar til Valgerðar, ég held að við kannski sleppum henni bara úr þessu, ég held að við séum búin að... Það er kannski einn punktur hérna líka. Ég veit að Bónus hefur verið að bjóða eldri borgurum skull í Bónus í Skefinni, en það eru ákveðin hluti eldri borgara sem myndi vilja og geta ferja sig sjálf með strætó. Þannig að það er fullt af punktum þarna, sko. Já. En svo kannski ekki þannig, það ekki rétt skilið hann með Valgerður að þú veist, það er náttúrulega ekki búið að innleiða nýtt leiðakerfi. Það kannski verður eitthvað samráð þegar að því kemur. Já, við erum alveg byrjuður að aðlaga, ef þú reynum alla breytingar sem við gerum á leiðanetinu, þá viljum við helst að það sé í áttalið nýju leiðanandi og það eru breytingarnar í Grafarvogi sem voru fyrir 5 ára síðan. Það var svona í 8 nýju leiðanandi, þannig að endinn af leiðinum er eins og hann verður í framtíðinni. Og líka í Hafnarfirði þar voru líka breytingar í 8 nýju leiðanandi, þannig að það er tilbúið að vissu leyti þar, nema kannski tíðinum. Og það er alveg hægt að gera breytingar fyrir ef viljið fyrir því, sko, og já, að öllum aðilum. Ok. Það er gott að vita því. En ef ekki bara segja þetta gott í bili. Þakka Valgerði fyrir innliðin. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir. Bless. Já. Þá förum við í lið númer 2 á dagskrá sem er umsagnarbeiðni ljósvistastefnu Reykjavíkurborgar sem er í vinnslu. Fengum boð á fund á kynningardags eða var það bara formann? Jú, þetta kom boð. Ég því mér mista þessu fundi. En það verið áskert því að við sendum inn umsögn. Ég held að þetta er stefna kannski í heild sinni þetta er bara flott vinna talsvert magna upplýsingum til þess að fara yfir. Mér er kannski heilt yfir þetta marka skýra stefnu þetta ljósvist. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað. Kannski ég þekki ekki vinnum nógu vel til þess að geta einhvern veginn sagt til hvort það sé eitthvað í sem að við sem íbúaráð en að benda á. Mögulega eru kannski einhver ákveðin svæði sem að okkur sem að við getum bent á að slíka máli og að setja ekki til greina. En ég held þetta sé nú almennt svona almenns eðlis og meira þetta svona vinnutæki þess að vinna eftir fyrir á að fara að halva ákveðin svæði. Eftir almennt ekki mikið staði, við erum svona fjalla hvernig eigi að meðhöndla ljósahönnun. Götur á garðsvæðum og slíkt. Ég veit ekki, er einhver svæði sem að ykkur er svona umhugað sem að er eitthvað í skýrslunni almennt sem að við myndum vilja koma fram þar. Við erum ekki beint að fjalla það að við værum ekki í þessu samhengi að benda á að það vantar betur ljósvist og til einhverjum stað.
það er kannski. En það hefur komið hérna á borð íbúðarráðsins athugasemdir varðandi fyrstu stig. Já, En þetta er náttúrulega bara partur í að það sé betri stýring á því og já, ég einmitt. finnast að tíman að það sé þá kannski auki birtugæði á ákveðnum stöðum. Við höfum rætt þetta minnst fyrst tvisvar hérna frá hóldstjórn. En þá held ég að hluta til sölun hafi verið að það hefur sparnaðarskilni. Þess að þetta vinka birtustigum á þeim tíma og það er mann rétt. Umsagnarbeiðnin er fram og ef við ætlum að skrifa umsögn, þannig sé lögð inn í gegnum samráðsgátt Reykjavíkurborgar. Það minnir mig að Leynir hafi tilgreint að áramóta. En einhvern veginn inni með að segja til hvort við ætlum að leggja. Við þurfum ekki að leggja fram umsóknir í dag. Svo getum við bara sagt að við sem íbúar höfum ekki skoðun á þessu. Það er góð vinna en við erum ekki. Það eru svona ónefndarlega lýsingar hrikalega mikil áhrif á borgarbúa. Það getur verið mjög skemmtilegt að leggja áherslu á einhverju staði, einhverju garða, skemmtilegum lýsing eða ljósa stýringu. Bara ef það vakna einhverja hugmyndir. Við deilum. Þú var snöðast eitthvað skoðun á þessu? Þessi ljósastauranum. Já. Þetta skýrslan er rosalega góð Já. og mjög falleg og alltaf að byggja sér upp það sem er Já. En eins á og næstu skref. já, Við erum með, þú veist, það sem ég kannski fer líka bara að hugsa er að fyrir okkur sem íbúar á þetta miklu meira auðveldara að bara fara í gegnum skýrslur og benda á staði sem eru ábótavant. já, Það er ekki beint það sem við erum að byrja að gera núna. nei. En ég hugsa strax bara Fossvogi, Fossvogsdalinn, stígakerfi, íþróttasvæðin er mikla bygstu í skammdeginu. Lýsing í álmúla, fensmúla, með breytast í eitthvað íbúakverfi. Þetta er víða sem það er að taka þetta í gegn, en það er bara það er mjög öll að benda á staði þar sem lýsingu er ábótavant að bæta og vinna sem þetta stefni, en það er ekki verið að byrja það núna. En til að mynda ég taka dæmi, okkar hverfi hér er ekki með aðgengi á sjó. Við erum eina hverfi sem höfum ekki beint aðgengi að því. En til dæmis í Vesturbænum þá er fólk stönd sjósund alla veturinn. Það er ábótavant lýsing, ég getur bent á það, en það er ekkert svona fljótturbráði sem þetta er í hug. Þetta er ekki það. Þannig að hvernig eru málin í kringum því? Eitthvað bílastæðin, þetta lýst til heimilögin. Það er búinstæðin að norðanir. Já, það skulle vilja lýsingu. Já, mér þetta er líka alveg eðlilegt að það er tölvöld meiri lýsing gegnum við talanandi sjálft, þar sem það er rosa mikið að verðandi hjólandi öllum, það er orðið gegntar fyrir, Já. Það er alveg fastur að þessu vandamáli bara varandi, það er ekki það því gattamál með höfð, lýsingum bara lítill partur af því, Það er ekki kringum skólan á lýsingu á göngustíðum, eða þú veist, yfir gangsbrautum sem Þetta er svona eins og með göngustígana, skiljið, ég held að við getum alveg fundið endar sem að starfa að laga gangstéttar hellu, skiljið. Það er þetta vont að það sé ekki gert, en þú veist, ég held að þessi stefna síðan að fá hann að skrifa á þessi skýrt hvað eigi að gera þetta er verið að taka í gegn svæði. Við erum ekki með, það er ekki verið að biðja okkur núna það að benda á staðina. Nei, kannski ekki. Ég veit ekki hvort að við viljum hafa einhverja skoðun á þessu, en
þetta bara flott vinna sem gott að vita af. Líka bara þegar að koma gott fyrir okkur að vita fyrir ekki gott fyrir okkur að geta leiðbeint fólki með ef það ósátt með hvernig lýsing eða upplifir þessi of mikið lýsing svæði eitthvað svoleiðis það þá að hægt að benda fólki hvert á að leita ætla að sé fjalla það að sjónarmið fólki vinnur eftir en þetta ég persónulega man ekki að börja til þess að verða en að þetta er að vinna það er skýrslu. Nei, ekki sérstætt sem ég vil gera það í það. Við þá ekki bara þetta er bara lagt fram og umsagnarbeiðnin til afgreiðslu. Þið getið afgreitt það bæði með því að þið hafið ekki skoðun á málinu. Já. Ekki svo spennt. Já, eða þið getið ákveðið að gera það milli funda. Þú fáir það bara umboð til að gera það ef þið viljið. Ég hef ekki stíkt það að það er mistið að fundinum ég bara þannig vinna og kjöldin á mér við sem íbúar á ekki frekar fjallfæmið út frá samhengi hverfisins að við ekki veit að meðan það er ekki verið að kalla eftir ábendingum einhverju svæði eða komum varðandi hvernig á að haga lýsingar á nokkrum svæði eða nokkuð hverju þá finnst mér það sem maður er með hérna það er allt gott að blessa sko. Já, bara, þú segir, bara flott vinna og bara ágætlega sko. Það er mikið mest í einhvern veginn að lítið sem að hefur út á að setja eða bæta við sko. Það er ekki bara afgreiðsla, við erum bara Þurfum ekki búið með eitthvað sem þurfum ekki að skila en ef það er ekki sem við vilja leggja manna þá bara við sem ekki neitt saman. Saman því. Það bara bókuð ekkert. Já. Þú er þess að leggja fram Það er komið þriðið. Já, það gerir það fyrir lið 3 sem er hérna bréf frá Umhverfisstofnun til að vinna að verndaráætlun fyrir fosfórsbakka Hávabakka Laugarás sem ég held að það sem að snertir ástandir er sent til okkar eru svona fosfórsbakkar. Það var sendt til okkar við beðum að bara lagt þetta var það sem bara fosfórs innst í fosfórin eru fosfórsbakkar skemmtilegt svæði sem að er friðlýst Kópavogsmegin, ekki Reykjavíkurmegin. En ég myndi kannski bara segja í fljótu bragði þetta tiltekna mál er að við erum ekki beint, þetta er ekki innan okkar hverfis, segja innan. Þetta er innan megin við Kringlumýrarbraut, þannig að við erum í rauninni ekki okkur veit að þessu. En við sem umsagnaraðilar erum frekar eitthvað sem að er í rauninni eitthvað skýrakvæði sem að er svona umsagnaraðilar í þessu saman. Ég veit ekki búið upp fyrir viku. Jú, ég held það. Þannig að þetta er bara að leggja þetta fram að þetta hafi verið
Við skilja bara að þetta hafi verið sent, þú veist. Maður segja, þú veist, þetta það hefur verið að hefja svona innlegu endurskoðun stjórnunar og verndaráætlun til náttúruvæntingar borgarmarkanna. Gert er ráð fyrir gerð formleg kynningarferli hefjist á vormisseri 2005. Lokaútgáfa stjórnunar og verndaráætlun verður tilbúin sumar 2005. Við Það er fáum í ekki bara, kynningu á því. já, ég segi, þú veist, þannig að í rauninni bara verið að geta fram og við vitum það af þessu, en eins og ég segi, þú veist, ég Það er líka bara, þetta svo á að þetta sé í rauninni bara svæði sem að ég kannski að við erum að vera alveg samkvæmt bókin sem við erum að hvers. já, en við bara getum fylgst með framhaldinu á þessu. Já, við getum gert það og þetta er bara gott fyrir íbúa þetta hverjum að vita af þessu, það er ekki það, þú veist, þetta er auðvitað svæði sem er í beinu tengslum við Ég meina þetta getur dýru. snert okkur eða liggur til dæmis áhafn í gegn eða eitthvað skilurðu. Já, Ef svo væri. já, ég meina lækurinn er þetta sem rennur í gegnum hérna Fossvoginn kemur auðvitað þannig út og er það sem að myndar bæðum við Kópavog. Þetta er það í, þú veist, þetta er ekki síður það sem að íbúar í Fossvoginum getur leitað í sem svæði síður Kópavogsbúar eða búar í Suðurhlíðum. En að það, við vitum að þessu Fylgjustu framhaldum á það. finnst mér að þessu stöktu sé ekki því að við gerum eitthvað meira með við erum ekkert verið að kalla eftir því. Fundartími ráðsins í desember. Við eigum sem sagt, við erum 4. Fundartími ráðsins í desember. Það er hérna 4. þriðjudagur í desember í ár er 24. desember. Ég ætla ekki að vera hér frá áður. Spurning hvort að það sé almennt áhuga á því. Ég held að það sé hérna óhætt að segja, þú veist, við kannski já, við fórum aðeins yfir þetta hjá Heimir í dag, þú veist, ég held að við ættum bara að halda þess opnu hvort að við tökum fund í vikunum á undan. Já, eða jafnvel að ég minnst kannski verða, það sem ég finnst eiginlega verða í því að við náum einhvern fundi er að hérna við erum ekki fundið að vera seint í janúar. Það gæti líka verið niðurstaða að flýta þeim fundi í janúarfundum. Það er kannski eitthvað sem við þurfum aðeins að skoða, þannig að í rauninni ég reikna með því að þessi fundur verði fyrir tekin í desember, nei í janúar. Það er líka bara því að ef við ætlum að hafa að funda á 17. þá þurfum við að búa að funda til 2 vikur. En dagskrá sem er rauninni kannski, það er rauninni ekki nema að koma eitthvað sérstakt inn sem að við fáum til umfjölluna sem við reikna með að halda þeim fundi. Formaður. Já. Ég ætla bara að benda á að þetta vegna þess að janúar byrjar á miðvikudegi, þá erum við með borgarstjórnarfund áætlaðan í bæði 21. af einhverjum ástæðum og 20. og 8. janúar. Og sem sagt bæði 3. og 4. þriðjudag í mánuðinum. Þannig ef við ætluðum að flýta þá myndi ég þykja það að við værum bara með slepptum fund í desember en værum með fund í 14. janúar frekar. Það var alveg. Ég held að það líka er ákveðið málvarðandi umhverfis sem að borgarlínu kemur til kynningar og er með umsagnarfrest í lok janúar. Það væri nokkuð mál sem væri gott að ná aðeins að fjalla hérna á fundi. Ég reikna með því frekar að við færum þennan desemberfund, já, það er í janúar
Og 14. er þá flott bara að reyna að miða við það. En við, eins og ég segi, ef það kemur eitthvað mál sem að við erum kannski sérstaklega að fjalla í desember á næstu 2 vikum, þá kannski myndum við opið að verði stuttur fundur hérna. 17. Nei, það er ekki borgarstjórn, það væri þá frekar hana 16., 18., 19. En við bara fylgjumst aðeins með því, en þið allan að vitið því að þetta er svona cirka staðan. Sátt með það? Já. Ég held við þurfum aðeins að finna dagsetningu sem þær verðum búin að skoða og aðra fundi. Við getum ekki verið með streym eða fleiri íbúðarráðsfundir sama daginn. Já. Þannig að við þurfum aðeins að bara heyra í heimi og samræma. Já, við finnum einhvern tíma, það er kannski í rauninni. Og ég bara bendi honum á þetta varðandi borgarstjórnarfundina. Yes, flott. Ég held að við reynum að finna tíma í janúar til þess að. Já. Þá kannski fjórður er búinn og við komum á mál 5 sem bara mál með hverfisins opið. Ég veit ekki hvort það byrjar síðan. En skipulagsskattabréf. Já, það er það er ekki mitt. Ég ætla að fá samþykki fyrir að setja það, eða á dagskránni. Nei, það er ekki dagskrá. Það er þetta bréf frá borgarlínunni. Getur þú opnað það eða hvernig þetta er? Einmitt í samhengi þessara þess fundar sem við það er sem þeirra áskattir umsögn frá okkur vegna borgarlínu sem skilða og af því þetta er einmitt kom bara eftir að dagskráin var send út, þess vegna er ekki á fundum. Þannig að við viljum fá að leggja þetta fram núna, í bænum á þennan fund. Ekki rétt skýrði á mig. Jú, þótt þið bara ef þið viljið. Af því að við erum í rauninni óviss hvenær næsti fundur og þessi umsóknarfrestur í rauninni áður en janúarfundurinn eiginlega á að vera. 2050, á meðan janúarfundurinn ætti að vera 28. Þannig að hugmyndin var í rauninni að ég legg það fram og ef allir verið sátt með það að leggja fram bara þetta bréf. Friðjón, sérðu það ekki? Svo þú veitir hvað við erum að tala um? Jú, frekar býti ég ætla að draga þetta yfir á stóra skjáinn. Þá sé ég sé þetta. Í rauninni bara. Hversu illa sérðu? Miklu betra. En getur við smella hér til að skoða málið nánar? Það er ekki til að við förum yfir það á fundi þá í janúar. Já, það er stefnan að vera með fundi með fulltrúum skipulagsins og borgarlínunnar og þetta er í kynnt á sameiginlegu fundi með mögulega íbúar Laugardals líða. Við fáum kannski svona smálinn fyrir okkar kafla á því. Það yrði væntanlega í janúar líka, en eins og segir fínt að leggja þetta fram núna, þetta bréf, ef við erum sátt með það, af því að við vitum ekki nákvæmlega hvenær við hittumst næst. Þetta var ekki sent fyrir til okkar fyrir við seinustu viku leiknum.
Sátt með það sem lagt fram? Já. Þessi spurning og svo bara tökum á því. Viltu mótmála einhverju? Já. Nei, ég styð það að það sé lagt fram. Ég vil hins vegar réttu böndina í málefni hverfisins þegar þetta er búið. Ok. Ef þetta er allir sátt með það að leggja þetta fram, þá er þetta bara lagt hér með fram og fer þá þetta á fundardagskrá. Bætist þetta inn í dagskrá? Nei, bara inn í fundargerðina. Inn í fundargerðina. Já. Þá skulum við fara í málefni hverfisins. Þá ég það að Friðjón er spenntur að koma frá þeirri Friðjón. Það er bara, þetta er eiginlega bara, ég er svona veltað fyrir mig hvernig er gott að bera sig að, vegna þess að það hafði samband mig íbúi í Fossvogi sem að, segir farir ekki sléttar vegna þess að þar hefur einhver nágranni, rústað göngustíg sem að liggur á milli húsa og það hefur verið sent ábendingavef og svo framvegis og ekkert gerist. Þannig að þetta er einkaframkvæmd sem virðist vera hluti af einhverju garðframkvæmd eða einhverju svoleiðis eftir því sem skilst. En göngustígur milli Brautalands og Bjarmalands er í hakki eins og þessi ágæti íbúi nefndi. Og og þess vegna verð ég bara að velta því upp hvað er hægt að leggja eitthvað formlegt fram í hverfisráðinu eða, get ég bent honum á það eða getum við, vegna þess að, hann segir að ekkert gerist þegar að sendir á ábendingavefinn að þetta sé ekki í lagi. Þannig að ég er eiginlega bara að spyrja mér vitrari menn ef þeir eru, sem ég gerir ráð fyrir að þeir séu á fundinum. Er búin að hafa samband við óleyfisframkvæmdadeild Reykjavíkurborgar? Hvað er ástæðuna? Nei, ekki það. Nei. Þetta er að meina skipulagssviðsins. Það eru 2 menn sem vinna á þeirri deild og ég hef áður haft sambandið á. Það tók tíma að fá sambandið en þeir vinna vel sína vinnu og þeir koma á óleyfisframkvæmdum. Já, óleyfis. Óleyfisframkvæmdum, já. Þetta er hljómar eins og óleyfisframkvæmd. En er ekki mikið þessum stígum í eigu innan lóðamarka, ekki hluti af borgarlandinu? Hvaða stígur þetta er? Já. Nokkur milli Brautarlands og Bjarmalands. Sem eru ekki hluti af borgarlandinu, ekki satt? Það er gríðarlega góð spurning og eins og ég skil þetta þá er þetta ekki óleyfisframkvæmd heldur afleiðing af framkvæmd sem er leyfisframkvæmd heldur og þú ert einhvern veginn svona spillover en þú veist, ágangur eitthvað. Já, einhver ágangur og það sem að bílar hafa keyrt eða gröfur eða eitthvað álíka Þannig að já, en þessi göngustígur sé ég á borgarvefsjóni er ekki hluti af lóð, heldur milli lóða. Þannig að Þetta er bara þessi liggur bara þvert á milli, þetta fyrir ofan Bjarmalandið. Ofan Bjarmalandið og neðan Brautalandið. Ég skal ekki, ég hef ekki farið og kannað staðhætti. Vegna þess að ég fekk þessa ábendingu bara í fyrradag eða eitthvað. Þannig að en það er ágættur punktur. Ég get bent viðkomandi á það að byrja á að benda á óleyfisframkvæmdasviðið. Ég get sendt þér post, ég veit hverju þau eru. Já, endilega, gerðu það. Þeir köllu sér það, ég man ekki nákvæmlega. Þeir eru 2 sem vinna hjá þeir eru byggingar. Spurningum að heyra í byggingar Ég eitthvað svo óleyf. fulltrúa í rauninni. Eins og þegar að setja. Hvað segir Birgir? Ég gef mér byggingarfulltrúi og eitthvað þar innan hús. Sem er ekki svona eftirliti. Ætla það. Einmitt. Já. Ég bendi viðkomandi á þetta. Ég vissi að ég kæmi ekki að tómum kofanum við borðið. Þetta er göngustígur sem kom vel á, hvað segir maður, hann er bara að hugsa viðhaldi fyrir svona 10 ára síðan. Þetta er bara hellur.
Það er mikil súpa einmitt af þessum stígum að þeir lenda einhvern veginn að lóða og eitthvað með Já, þessi tiltegnistíður, hann hann er það ekki, nei, ég veit að ég sko. meina að þetta er einhvern veginn allt mjög flókið og Nú, skrítið saman. að það er náttúrulega leikskóla með þessi lið. En varfir þetta, Friðjón, er einhver önnur málefni hverfisins sem Já, var? líkast í mig. Það látum við það. Já, Arna. Friðjón, heyrir þú á límur eða svo langt frá hátalarnum? Já. Já. Þann 16. janúar á næsta ári þá verður hér vinnustofa í hverfinu með öllum svona hagaðilum sem koma að vinnu með börnum og ungmennum. Og þetta er svona liður af því að búa til samráðsvettvang út frá farsæld barna eða lögum samþætta þjónustu. Og þetta er sem sagt samstarf á milli ríki og borgar. Þá er það allir framhaldsskólarnir í hverfinu. Þetta eru allir grunnskólar, leikskólar. Það er allar deildir hér sem snúa að börnum og fjölskyldum sem að taka þátt í þessari vinnustofu. Trúfélög, foreldraþorpið okkar, íþróttafélögin okkar, þau eru með okkur í stýrihóp og við erum, og auðvitað lögreglan, já, við erum kannski búin að segja það, og sýslumaður, barnavernd, heilsugæslan, einka og ríki heilsugæsla. Þannig að við erum að safna í vinnustofu 16. janúar og fólk er nú þegar farið að skrá sig og 65 manns er búin að skrá sig. Þannig að ég myndi vilja að íbúðaráðið myndi mæta og taka þátt í vinnustofunni okkar, þannig að við erum náttúrulega að gæta hagsmuni barna og fjölskylda hér í hverfinu. Þetta er sem sagt í Víkingsheimilinu í Sámýri. Það verða sem sagt lögreglan sér dagskrána og lögreglan sér dagskrána fyrir hádegi. Það verða örsögur og vinnustofur, sem sagt það verður unnið 10 manns á hverju borði fyrir sig og við gerum ráð fyrir að 150 manns sé að mæta og það er búið að vera vinnustofa í Vesturbænum og Suðurmiðstöð, eða Vesturmiðstöð og Suðurmiðstöð. Við erum sérst næsta miðstöðin og svo Austurmiðstöð er eftir og verður núna bara í febrúar byrja lögreglan að vinna með þeim. Og við erum sérst að sjá dagskrána eftir hádegi, þannig að þetta er allir dagurinn. Þetta er alveg frá kortir í 10 til 3:30, ekki seinna en 3:30. Og já, þannig að við erum svona bara, ég vildi nefna þetta við ykkur, ef við vinnu ykkar vegna geti mætt, þá væri það geggjað. Þetta er bara samráðsvettvangur út frá farsæld barna. Þetta er eiginlega börn í svona viðkvæmri stöðu, farsældarlögin fókusar svolítið á það. Og Hvað er það, sagði þið ekki? 16. janúar, við minnum þetta sem 50 dagar. Og lögreglan svolítið stjórnar þessari vegferð. Núna 4. desember mun vera 4. desember mun lögreglan, ríki og borg skrifa undir þessa samstarfsyfirlýsingu og sem snýr að samráðsvettvangi á milli á allra þessa aðila og það snýr að börnum og ungmennum, okkur er skylt að vinna saman og tala saman. Erum við að mæta? Já, foreldraþorpið er að koma sterkt inn sig í skráningu, sko. Þannig að ef við viljum að geti sent einhver QR-kóðan og þetta er svolítið bindandi skráning út frá að þetta er alveg matur og annað. Skóður á, þú ert skráður það? Ég er ekki skráður, það stendur til. Og þú kemur. Ég er að grína. Hann hefur eiginlega bara ekki séns á að mætast. Þannig að Sigurður og Birkir geti mætt, en ég veit að það er í vinnu, þetta er á vinnudegi, sko. Já, skoða það. Og Friðjón, Rökkan, hvað er þetta? korter í 10 og ekki seinna en 3:30, en dagskráin hún er ekki alveg tilbúin. Og morgunmat og hádegismat. Nei, ég bókaði þér á fundvarandi fjölmenningarstefnu eftir hádegi milli 2 og 3, en þú veist ekki komið morgun, klárlega. Það var æði, bara að myndi taka þátt í og rödd þín myndi heyrast. Við erum svolítið spennt fyrir því núna
Við ætlum aðeins að breyta takt frá Vesturmiðstöð, þá, eins og ég sagði núna áðan, þá sér lögreglan dagskrána fyrir hádegi og við eftir hádegi og við ætlum að fara þá leið að fókusa svolítið á hatursorðræðu og stafrænt ofbeldi á netinu, stafrænt ofbeldi og og við ætlum að fá ungmennin úr framhaldsskólanum til þess að koma og tjá sig þegar þeirra rödd og ungmennaráð Kringlumýrar sem nú orðið vant að koma fram og við höfum eftir að finna svona aðalfyrirlesarann eftir hádegi. Það koma margir sterkir til greina. En við viljum allavega að nemendur úr Vestló, MS og FH og það var tillaga í stýrihópnum í morgun að því að það er hátt hlutfall af öllum framhaldsskólanum sem er snerta á Norðurmiðstöðarhverfið. Það er hátt hlutfall innflytjenda í FH og að þau komi og við heyrum rödd þeirra og hvernig þeirra upplifun varðandi hatursorðræðuna og bara stafrænt ofbeldi. Þá, þetta en þú veist, dagskráin ekki alveg klár eftir það. Þetta er alltaf gerst. En ég get sendt ykkur QR-kóða með skráinu. Takk fyrir það. Einhver önnur málefni? Framkvæmdar sjáum meginborgar sambandið til að þessu áhugasamum stytt við könnunum sem eru endur því að stendur í þetta framkvæmdar sem Dagur hafi sendið hann á hálsbyrði. Hvað er þessi framkvæmd? Þetta er íslenska hálsbyrði. Hvað er mynd? Nei, þetta er eitthvað Dagur áður fram hægt bókstjóri alltaf endur fyrir Kístarverk. Þetta er eitthvað huldufæðum. Ég er þetta borgarframkvæmdasjón og framkvæmdasjón að stendur í dömunda í svo borðinu. Hefur þú bara senda ábyrginu? Hann Við vitum það. Það er sér, ok. Ég hefði því sér, ég skal prófa það. Hvað er þessi stík? Þetta er þarna, svo bláður til svona, sem var laga eða það fyrir neðan það. Það er verið að fjarlægum. búið eðlíka. Ég myndi senda bara post á, ef þetta er stíkt að þið var, þá myndi ég senda post á Ok. Ég myndi halda að það innanhúsvarið fólk sem að væri umræðum þetta myndi ekki gerist á það. Það er mér sem líka svo tengt að stofna skipulagðir og pæli að breyta. Það er ekki að garðafna það, þá gerir það kannski það, ég veit það ekki. Finnur ekki leiðina? Það er það svo fínt. Ok, en þá held ég að við séum að tæma dagskrána fyrir utan lið 6 sem er lokaður, sem við viljum segja það. Kosningar í Greinarskóla. Já. Fótboltaskóla líka ekki? Það er ekki sundagins alltaf. Nei, á sundagins ekki? Nei, þú veist, það verður kannski eitthvað óverður frestan. Já, það er spennt að löða þetta. Það er þá í Reykjavík. Ég spyr þig. Ég Þú bara ekki líka, sko. Við að lokum þá nýtum við bara ekki verið þetta punkt til þess að kjósa. Það er hægt að kjósa í flestum skólum. Jú, það senast. Ég bjó hinn með henni. En þá bara lokum við fundi og höldum áfram með sömbalið. Það er mútið ákvæðan. Það er útsending. Takk fyrir. Má horfið. Ekkert það hér.